hlusti kæru vinir, ég skal segja ykkur sögu, söguna strákinn sem margt var talað sögum allt hans bjástur og bras í gamlan daga. Bærinn hans hét Kattholt og var í Smálöndum. Úff, aldeilis þau óskuböll sem Emil kom af stað. Því Emil það var nafnið hans, já Emil hann hét að Ég heiti Agnar Már Magnússon og tónlistarstjóri í Emil. Lögin í Emil í Kattholti eru bara orginallög frá því að bíómyndin var gerð á sínum tíma og eru eftir Georg Riedel sem að samdi allas Astrid Lindgren tónlist sem var í öllum þessum bíómyndum á sínum tíma. Hann bassaleikari, jazzbassaleikari. Þannig að ég fann það svolítið í músíkinni að ég heyrði svona eitthvað smá svona einhver jazz element þarna í þessu og þetta er svolítið svona 70s sound á þessum lögum náttúrulega sínum tíma en mér finnst eitthvað sjálfmennandi við þetta og ég var svolítið að reyna að elta það. Bassar, þannig að þið farið á sama stað og þeir í byrjun, þannig að þið farið þarna upp í raskat. Búm, sigga búm, ertu til í það og búm, sigga búm, ertu til í það. Þetta svo rosalega hratt? Þetta svolítið hratt. Við sjáum hvort það verður alveg svona hratt. Ég veit ekki hvort það kalla svona sænsk þjóðlega tenging eða eitthvað svoleiðis. Þetta er auðveld lög að læra og syngja og mikið heila lím. Ég fer í þig og hoppalera og jafna þig hoppalera. You give the apple to Luna as soon as you see her face. Then when you ask. Herðu, jæja, við höfum þetta aldrei gert þetta áður. Það sem við erum að gera núna að við erum að klára að setja inn allar senur sem við erum búin að æfa upp á 4. hæð inn hérna á stóra sviðið. Og þegar síðast að leggjast það, þá ætti fyrst að vera komin inn aðaldyr hússins. Okkur vantar næturgagn eða svona kopp. Já, herðu, í skottpoppi, er ekki bara best ég farið þarna út? Jú, bara senda þið bara þar. Jú. Ég held að það besta sem við getum gert núna, það eru margar spurningar sem við höfum ekki svör við, bara að prófa þetta. Já. Það er smá átak, en það er rosa gaman og hrikalega gaman að vera núna bara með allan dótakassan. Hvernig leið ykkur í dag að koma hérna og standa allt í einu bara á stóra sviðinu? Bara voðalega vel sko, þetta er svo stórt og flott. Já, hvernig líst ykkur á leikmyndina? Hún er rosalega flott sko. Ég heiti Eva Signý Berger og hanna leikmynd í Emil í Kattholti. Við lögðum strax upp með að gera svolítið klassíska leikmynd, svona útlitslega séð. Við verðum ekki að fara nútímafæra eða gera eitthvað konsept. Við ætlum að halda okkur við Smálönd og rómantík. Leikriti gerist að mestum hluta heima í Kattholti, annarkvort út á hlaði eða inn í húsi. Þannig að við ákváðum að staðsetja okkur bara svolítið kyrfilega þar og það er senur sem gerast annars staðar að vinna þær inn í þann heim. Verkið gerist aldamótin 1900, þannig að maður þarf að leggjast í svolítið mikla rannsóknarvinnu, bæði staðbundna fyrir Svíþjóð og svo líka bara hvernig hluti voru, hvað var til, var komið rafmagn, var til dæmis eitt af því sem við þurftum að pæla svolítið í og svo náttúrulega bara allir þessi smáhlutir, það er rosalega mikið af propsi og alls konar húsgögn og myndir og áhöld og verkfæri og svo náttúrulega utan hús líka, klæðningar og litir. Þó við séum með fullt af litum að þeir eru aldrei mjög svona skærir og sterkir. Það hafa alveg verið til einhverju litir sem voru skærir og sterkir en það hjálpa manni samt einhvern veginn að komast inn í tíman að dempa alla litina. Já, nú erum við í smíðakofanum og hann er svona kannski einn af þessum stóru hlutum í leikmyndinni. Hann opnast
svolítið á annan hátt en húsið. Leikmyndadeildin smíðar kofann og svo sér leikmundadeildin að dressa hann og setja allt inn. Þegar Emil fer í smíðakofan þá notar hann tíman og tálkar spýtukalla. Spýtukallandi náttúrulega sýna okkur hvað hann hefur eytt miklum tíma í smíðakofanum. Og þegar maður finnir fyrir að þeir séu það margir að maður get ekki talið á bara svona rétt að meðan senan í gangi. Þetta svona einangrunar frauðplast. Það oft notuð svona tricks til að flýta fyrir. Ég mjög ánægð með, mér finnst við hafa náð svona þessu sem allavega það sem ég langaði í og það sem við vorum að leita. Þessi staður sem mann langar að fara og búa á og ég upplifi það. Erum að gera okkur klár til að geta farið að renna bara strax í næstu viku öllu leikritinu. Við erum nýbúin að renna fyrir hlé og það gekk alveg bara miklu betur heldur en við þorðum að vona. Og strax í næstu viku ætlum við að klára þetta allt. Mér finnst skemmtilegast að fara upp í fánastöngina. Það bara ótrúlega gaman reyndar. Eftir taugaveikina þá förum við í hraðaskiptingu úr búningnum, úr sokkunum og skónum, í flugbelti, í rauðan og hvítan mjög fallegan kjól og í rauða klossa. Og þá erum við komin í fánastangarbúningin. Reyndu upp besta. Þú veist línuna. Sko, það svona krókur í fánastöngina. Tilbúin fyrir fánastöngina, Frans, heyri ég þér. Krókin í beltið. Og hífa á. Þetta bara leikustöðrar. Manni kýttar svolítið í magan og það bara ótrúlega gaman. It's really interesting working on stage with the kids because for me it's about getting a perspective which is different from the rehearsal room and sitting further back and actually seeing what we've done, tweaking it, changing it. But we have to do everything twice with the children, of course. They have to have had the experience of doing it again and again and again, but we have to replicate everything. So the adults are they're being very patient and of course every time they do it as well it gets better and better. Stundum getur það verið erfitt. Það kemur allt að þurfa að gera þetta aftur og aftur. Þetta verður svona léttar og léttara og léttara. Maður verður bara betri og vannari og vannari. Það reynt að gera þetta allt saman eins líflegt og skemmtilegt og hægt bara í leikhúsi. Þetta fullt af ævintýrum og fallegir litir, falleg músík, búningarnir, mjög fallegir. Ég heiti María Theodóra Ólafsdóttir og ég búningahöfundur í Emil. Sko í Emil-bókinni sem ég á, sem ég held að sé svona upphaflega bókin, þá þetta allt svarthvítar teikningar. Það ekki svona sterkt þetta hvít-bláa röndótta sem verður kannski svolítið seinna. En mér fannst skemmtilegast að skoða í svarthvítu teikningarnar. Af því að þá ennþá svona skáldaleifi og maður getur ennþá svona aðlagað að sínum heimi. Og við erum allir í Hálöndunum í Svíþjóð, þar sem kannski ekki mjög mikið peninga og þetta eru svona litlir kotbændur sem eiga þarna lítið samfélag og maður þarf svona kannski að setja sig svolítið í þessi spor og passa sig á því að ætla sér ekki neitt allt og mikinn glamúr. Þó að Kattholt sé náttúrulega sjálfsögðu mjög virðulegur bær og svo sannarlega ekki neitt kot, þá hann Anton mjög sparsamur og það fer ekki króna til spillis. Þannig að maður verður að hafa það í huga líka í búningunum. Og fötin kannski eru svo litið, það búið staga í þau og það nýtni í fyrirrúmi. Þetta í kringum milli 70-80 búningar. Ég sem sagt að leika hest, framhlutan á hestinum og stjórna líka höfðinu. Já, við erum sem sagt 2 sem erum 1 hestur. Ég sem sagt rassinn. Og þetta risastór brúða sem þeir eru búin að vera að vinna alveg bara mjög lengi. Til þess að jarðtengja og gera hann svona stabíli þá held ég að ég leiki bara afturfæturna og skottið. Og Rakel sem sagt stýrir eyrunum, haustnum og framlöpunum. Þannig að það svona bara, ég elti hana bara. Já, nú eru 3 dagar í frumsýningu og bara stemming í leikhúsinu. Bara hlökkum til að fá áhorfendur því að þetta allt til þess gert
Mikil eftirvænting held ég í leikhópnum og mikil leikþörf. Við bara hlökkum mikið til. Þú veist, sýning verður ekki bara til úr mínu hjarta, heldur ég bara með frábæran hóp á öllum vígstöðum. Listræna teymið sem með mér bara örugglega besta sem hægt að hugsa sér, svo kemur leikhópurinn sem í einu orði stætt stórkostlegur. Það rosalega mikið hjarta í sýningunni, finnst mér. Við erum öll Emil inn í okkur. Við leyfum honum misofta að komast út. Kringumstæðurnar sem að Astrid Lindgren skapar honum gera það verkum að það allt í lagi að vera svona. Þú veist, það ekki hægt að berja þetta úr honum. Þetta á alltaf við þessi skilaboð að börn eiga að fá að vera börn og ekki lítið fullorðið fólk. Gera það sem að þeim dettur í hug, eins lengi og það sé ekki eitthvað lífshættulegt. Þótt að hann sé uppátækjasamur, þá hann mjög góður. Emil náttúrulega fyrirferðarmikill. Ég veit ekki, kannski hefði hann verið settur á Rítalín í dag. Frelsið að fá að vera barn og það er svo fallegt hvernig mammans Emils, hún alltaf að tala hvað hann sé nú góður drengur. Ég held hann fái þetta allt frá henni. Hún svolítið prakkari, og kannski hefur verið prakkari þegar hún var lítil. Hann með ríkt ímyndunarafl, hann skapandi, hann frjór. Það líka sem Emil lítur á, hann lítur alltaf á góður hliðina. Sko, hann ekki óþekkur. Hann bara prófar hluti sem óheppnast. Allir í þorpinu sem alltaf að fussa og sveigja yfir honum líka. Alltaf eftir skamastrik þá ekki litið vel á hann. En þegar hann gerir svona góða hluti sem gerist í sýningunni, þá lítur fólk mjög vel á hann. Þá alveg bara eru þau eins og Ragnar Ekás, sko. Þau bara svona alveg snúast á punktinum. Bara, hann svo æðislegur, hann Emil. Ég hef nú alltaf sagt það, einhvern veginn. Emil bara svo ótrúlega falleg manneskja. Þetta hæfileikaríkur strákur. Það hrikalega skemmtilegt að leika Emil. Þetta sko bara að vera að drauma hlutverki mér síðan ég var eitthvað 2 ára. Þú segir bara hvað. Þetta búið að vera yndislegt ferli. Rosalega gaman, æðislegur leikhópur og leikstjórn okkar Tóta og náttúrulega dásamleg. You can sometimes go and see a musical about one of your favourite subjects or your favourite books and they kind of get it right. I think this really gets it right. It really transports you to that world. Ég held að sýningin okkar sé komin á þann stað núna að hún eiginlega bara alveg eins og ég sá hana fyrir mér þegar ég ákvað að gera þetta. Það stundum bara gott að koma tilbaka svona í grunninn og bara finna hvað það sem virkilega skiptir máli. Icelanders have become very, very good at going to the theatre and they know what they like. Your product has to be the best it can possibly be. Já, mér hlakkar ótrúlega til að fara frumsýna. It's almost like Astrid Lundgren has been sat in the room with us when we've been doing this show. We just want to make her proud of this show and make her proud of the children and I think that's exactly what we've done. Svo sannarlega geta allir gleymt sér á Emil. Þetta bara gleðisprengja. Það geta allir búist við miklu plátri og pínugrát kannski og við erum í rauninni bara mjög heppin að vera að setja upp svona dásamlega sýningu. Þau eru svo klár, þessi krakkar, en nú þarf leiksturinn bara að taka þessu til fyrirmyndar og þora bara að sleppa og treysta þessu. Þau eru algjörlega með þetta. Ég svolítið spennt.